Góðan daginn, kæru vinur og velkomin. Við óskum ykkur til hamingju, eitthvað. Að við skulum enn geta lofa Drottinn með sama myndurleik og við höfum geta gert hingað til. Okkur getum við fullyrt þetta svona fullum fettum, að því orð Guðs segir sjálft að Drottinn hafi ekkert breytt sér. Hann gaf út þau fyrirmæli og ummæli sjálfan sig að hann myndi vel fyrir sjá. Það er alveg ljóst að því að Drottinn segir það, þá getum við talað þetta út fullum hálsi að óska hvert öðru til hamingju með að svona sé staðan. Sumir gefa ekkert fyrir svona orð, en aðrir hreyfast við í hjartanu og verða jafnvel eilítið mjúkir. Það er mikið af steinum í kringum okkur, en þó ekki steinum þannig séð, heldur er þetta hrópandi fólk eftir sinni hjálp og er að deyja jafnvel úr reiði og biturleika. En við erum ekki þarna. Og við þökkum fyrir það að Drottinn hefur miskunnað sig yfir okkur og veit hvað við þurfum, vissi hvað ég þurfti til að geta tala með þessum hætti sem ég tala, og ég tala með þeim hætti vegna þess að svona tal er Guði velþóknanlegt, og þú vissir það, var það ekki? Þú veist það á allavega núna. Þannig að Drottinn er með anda sinn sveimandi yfir og til hvers leitandi að þeim sem hann getur gert hólpna. Þannig að á meðan þú dregur andan hver sem þú ert og hver sem afstæðin er til lifandi Guðs í dag, þá áttu enn von. Drottinn horfir ekki til afstöðu þinnar. Hann veit að syndin bara er til staðar og hún afvegaleiðir fólk. En það er mitt hlutverk og okkar sem að trúum og erum stöndum undir nafni sem trúa fólk, sumir eru fallinni frá og þeir eru ekki með. Það er það að segja fólki, það er víst til von. Þú sem ert bitur og reið manneskja, búin að vera lengi, þú átt von. Þú sem hefur verið með steinhjarta og uppundir það að vera miskunnarlaus manneskja, þú átt von. Vegna þess að Drottinn vill skipta út þessu steinhjarta og setja hjarta úr haldi þar sem að það var. Þetta er umsnúningurinn sem verður við frelsun manns. Varð við mína frelsun og verður líka við þína frelsun, því að Drottinn skóp gerði okkur með þeim hætti sem við erum, en syndin gleypti okkur og bjóð svo hnúta að við fengum þetta steinhjarta. Við sjáum ekki neina von í neinu, jafnvel það, og oft er það nú þannig, og þetta smá samar kemur þetta steinhjarta og við hættum að leiða líkum að því að eitthvað muni nú breytast til góðs, og þá erum við komnir á stað með okkur sjálfan, þar sem í raun og veru allt getur gerst. Og þá er þetta að fara að byggja mannin upp með neikvæðum hætti, og syndin gerir það, og tilverður þetta steinhjarta. Og hvað gerir steinhjarta? Ég spurði, hvað gerir steinn? Reynda að koma einhverju fyrir í stein og þú getur það ekki. Annað en með hold, að þar getur þú komið ýmsu fyrir, að því það er mjúkt, meðfærilegt. Þá áttur ég tekin mynd af þessu og við setjum stein ofan í glas, það er bara hann dettur til botns og er bara þar. Svo setjum við mjúkan svamp ofan í sama vatn og hann flýtur og sekkur þegar hann er orðinn gegnsós af vatni.
Það er þetta sem gerist þegar trúin er komin, þá verður við gegnsósa af þessari trú. Sem sagt, mjúk, meðfærileg og einhvað sem Drottinn vill nota og getur notað og þarf að nota til þess að geta, hann getur unnt sér gagn af mínu lífi. Og það er markmiðins kristnamanns að Drottinn geti unnt sér gagn af mínu lífi, en hann getur það bara undir afli sinnar eigin trúar. Hann er trúin og hann gaf mér trúna, en hann gaf mér líka vilja til þess að skera úr það sjálfur hversu hratt og mikið þessi trú verður. En trúin er bara einstæð, en mitt verk að nýta þá allt það sem að trúin getur gefið mér. Og hvað er ég stattur þar? Það hef ég ekki hugmyndum. En ég held ég megi segja, hún hafi nú vaxið töluvert. Ég er auðvitað bara að tala fyrir mig, en ég get ekki svara neinu fyrir þig. Drottinn staðfestir það sem ég er að segja, vegna þess að við erum daglega saman í þessu. Ég þekki hann, og af því að hann þekkir mig, þá leyfir hann mig líka kynna sér, en aldrei nema í gegnum trúna. Hann þekkir okkur eitt og sérhvert alveg frá fæðingu sem er eðlilegt, hann skóp okkur. En ég þekki ekki hann, fyrr heldur en hann gefur mér trúna sinn. Það er svo margt sem er leyndardómur í Jesú nafni. Það voru menn sagt frá því í Biblíunni að þeir vildu vera með honum og vera hjá honum, en hann gaf þeim ekki trúna sinn. Af hverju? Ég veit það ekki. Það segir í þessu sama ritningaversi að hann þekki hvern mann. Hann þurfi ekki að annar beri öðrum vitni. Það er sem sagt, það þýðir ekkert fyrir mig að koma með besta vin minn til hans, eða tala við hann besta vin minn og Drottinn minn, heyrðu, þú verður nú eiginlega að frelsa þennan svakalega flotta strák, vin minn. Og hann er svo sem alveg til í það, að skoða málið. Ég hef ekkert meira það mál að segja. Drottinn frelsar. Hann og hana sem hann vill sjálfur, þannig verkslagi hjá honum. Þannig þetta, inn í þetta fáum við þetta ritningavers, þar sem segir að hann gaf ekki þessum hóp trúna sinn. Sem sagt, allavega þá, hvað sem síðar var, urðu ekki hans menn og konur. Þetta er auðvitað mynd af því, hann segir okkur allt, en mitt að kafa ofan í og skilja málið. Þetta er það sem hann er að segja við mig, Konráð, þú ræður engu það hverjir koma og hverjir koma ekki. Við biðjum fyrir ástvunum okkar. Og sjálfsagt eru þeir nú þannig komnir inn í ríki Guðs. En þeir kom ekki undir eins og ég bað. Það var ekki fyrir en Drottinn miskunnaði sig yfir þá, bara eins og hann gerði við mig, sem að það gerðist. Hvort og hvenar það gerist, bara veit ég ekkert um. Ég þekki ekki all líf allra manna þannig séu grunninn, þó maður þekki marga. Það er ekkert mitt verk að vita líf allra manna. Það er ekkert einu sinni víst að ég veit trú allra manna. Eina sem maður hefur í því er að maður sér kannski, að þau eru nú all á Facebook, að stundum svona leggum maður saman tvo og spyr sjálfum sig, hann er eitthvað farin að leita fyrir sér þessi, er hann kannski trúaður eða þessi? Ég hef ekki hugmynd það. Ef viðkomandi segði mér að beint, og ég tala nú ekki ef maður færi nú að mæti í kirkjuna, þá má nú svona fara að leggja saman tvo og fá út rétta niðurstöðu, en hvað veit ég? Ég er ekkert svona rosalega bænheit manneskja að það bara, ef að ég bið þá bara gerist það. Ég er ekki Guð. Og ekki þú heldur. Þú, ég, hvað erum við? Við erum bara breyskar manneskjur. Hvorri annarra lík.
og við þessa bresku manneskjur, við þurfum að læra af Jesú, Jesú, hjá Jesú og umfram allt að vera það sem hann er. Hvar er hann? Hann er í orði sínu, Biblíunni. Hann er í hjarta mínu eftir að trúin kom þangað. Og sama segir þú, hann er í hjarta mínu eftir að trúin er komin þangað. Við vitum að Drottinn gefur trú. Við köllum það endurfæðingu, við köllum það frelsun. En það er bara fyrsta skrefið. Og náttúrulega afskaplega stórkostlegt skref, það getur nú vitnað sjálfur. En þetta er bara það sem er fyrsta reit, öll skrefin eru eftir. Hvað eru komið mörg skref frá því að ég uppgöta að það væri til eitthvað sem héti Guð? Þau eru óteljandi. Þú sér það árin sem er að baki segja mér að það eru komin óteljandi skref síðan. En þessi atburður var bara fyrsta andartakið. Já, áður en að fyrsta skref var tekið. Ég frelsaðist og svo tók ég mitt fyrsta trúarskref. Og þau eru orðin nokkur síðan trúarskrefin sem maður hefur tekið að ég hef leyfi til að taka þau. Hver gefur þetta leyfi? Hann heitir Jesús. Það er hann sem við erum að boða. Og það er hann sem þú og margir aðrir eru að rembast við að sannfæra sjálfan sig að þeir standi gegn. Rembast við að sannfæra sig að standi gegn honum. Ég held að það sé nefnilega miklu oftar ástæðan fyrir því heldur en að menn séu alveg gegn heilir andstæðinga. Þeir eru þetta til. Margir eru hálfvolgir. Og líka því miður sumt trúa fólk er alltaf hálfvolt. Það er hikandi við allt í trúnni. Það er hrætt við að taka skrefin í trúnni. Ég veit það ekki hvort að kannski röðu vonbrigða sé þar orsakavaldur, þar sem margt sem getur skeð, röð vonbrigða. Af hverju? Ég held að þau séu nú ekki fyrir hendi í raun og veru, en við hins vegar getum tekið það í okkur að verða fyrir vonbrigðum. Líklega vegna þess að við erum ekki að meta aðstöðu rétt. Við sjáum bara með fólki í kringum okkur, við erum nú aldeilis með horni síðu oft þessara mann og kvenna, og það er fólk í kringum okkur í raun og veru sem fær okkur út fyrir. Af hverju? Af því við metum það ekki rétt sem þetta fólk er að gera. Af því við erum viðkvæmt fólk og við fáum ekki kannski þá hlýju sem að við teljum okkur eiga að fá frá öðrum. En ég held að við getum ekki til reiknað með neinu þannig séð frá öðrum. En við getum auðvitað vænst þess. Og hvernig bregðustu við? Það segir frá því í Biblíunni að við skulum koma fram við náungan eins og við, myndum vilja væri komið fram við okkur eitthvað í þeirra vegu. Af hverju? Hann er að tala inn í þessu öll móðgunarmál og spælingar sem við verðum fyrir, sem að dregur úr okkur og ýtir þeim sem fara út fyrir. Við þurfum að sjá þetta allt saman réttu ljósi. Og þá vinnum við rétt með það sem við höfum. Og ég get gefið þér ráðinn í það, og hvað ráð hef ég? Þraukaðu. Láttu þið hafa það. Stattu af þér storminn. Þannig vinna sigrarnir. Þannig dýpka ræturnar. Hún stendur kyrr á hverju sem dynur. Og svo uppgötur það, vonandi sem fyrr en seinna, að þér verður ekkert haggað. Já, reynið þér það bara. Þér verður ekki haggað. Reyna það bara. Það er ekki allir neitt sérstaklega miklu vinir kirkjunar eða kristins fólks. Við höfum nú fengið að sjá það heldur betur og
Allt þetta fólk kemur meira og minna úr kirkjunni sem hagaða sér hvað verst. Það ekki líka satt? Það orð fyrir þessu í Biblíunni. Það segir að þeir koma úr okkar eigin röðum. Hvað er að tala um? Þá sem standa gegn. Þeir koma úr okkar eigin röðum. Og hvaða fólk er þetta? Þetta er móðgaða fólkið. Spælda fólkið. Fólkið sem var fyrir þvílíkum vonbrigðum með aðra kristna menn. Og núna eru þeir komnir gegn hverju? Mér. Kristi. Ekki mér. Í raun og veru, það getur vel verið að menn telji það. Þeir eru í raun og veru að koma gegn Kristi og þá leiðing gegn kirkjunni. Þetta höfum við allt í orði Guðs. Við sjáum atganginn gegn Kristi. Hvernig farisíarnir vildu leikan og hvernig þeir komu fram við hann, hvernig þeir svívirtu hann í raun og veru, hvernig þeir hættust að honum í raun og veru. Voru þetta ekki kirkjunnar menn? Þeim fannst þér ógnað af Kristi. Þeir þekktu hann ekki þegar hann kom og við veitum að þeir þekktu hann ekki þegar hann kom. En hvað með mig og þig í dag? Þekkjum við þessa kristnu menn bara af talið þeirra og framkomu? Mögulega, en þegar þeir spæla okkur, þegar þeir móðga okkur. Þeir geta alveg móðga okkur af því sem þeir segja. Hvað með það? Kannski verðum móðgunni svo djúp að við förum í flokk með þeim sem að koma gegn markvisst og skipulega. Gera sér enga grein fyrir því að þeir eru að koma gegn Kristi sjálfum, það allt annað mál, en þetta allt saman mál drottins. Hann veit vel að þessu og hann stendur í fylkingabrjósti. Þannig að skaflinn frá þessu blessaða fólki það lendir nú fyrst og fremst á honum. Við kannski fáum svona eitthvað gust af því, en aldrei neitt meira en það. Og þetta drottin ver sitt fólk. Þetta er mjög mikilvægt að eiga þetta til í sínu hjarta vegna þess að sama á hverju gengur, þá heldur þú áfram að byggjast upp í trúnni skref fyrir skref fyrir skref. Það er það sem Drottinn vill sjá. Hann segir í raun og veru mig, Konráð, leyfðu mér að sjá allt í kringu þig. Vertu ekkert að hugsa neitt það. Þetta er eitt af því sem maður lærir. Og að þessu fær maður styrkingu þegar maður sér hvernig þetta virkar. Og svo verður styrkingi það orðin það mikil að maður sér að manni verður ekkert hagga úr þessu. Og það er góð staða að vera í. Þannig að þú sem ert kannski í einhverju glímu, skal nú byrja á því að athuga hvers vegna þessi glíma er. Vitið það, ég er búin að sjá svo ótal margt í gegnum mína göngu, að ég er búin að sjá það að margt og oft er þetta fólk sem er í endalausu slagsmálum að slást við lifandi Guð. En telur sig vera að slást við eitthvað annað. Af hverju? Líklega má nú benda á kennsluna þarna, hún hefur ekkert alltaf verið rétt. Allstaðar þessi kennsla. Það hefur verið búnir til alls konar frasar í eins söfnuðu sem maður spyr sig bara, byrju, hvaðan er þetta? Og þú ætti líka að gera það. Þetta segir mér það og þér, farðu í Biblíuna. Og þar færðu allar þá leiðréttingu sem þú þarft á að halda. Eins og við höfum margoft talað hér og Drottinn sagði við mig á sínum tíma, Konráð, þú verður að bera sjálfur ábyrgð á þinni trú. Og svo er Guði fyrir að þakka að þannig hef ég gert það. Og þetta hefur hjálpað skilningi mínum alveg helling. Og með þess vegna er maður það sem maður er enn þann dag í dag. Já, maður hefur oft orðið sár og söktur og móðgaður og allt það.
en það var aldrei leitt mig út fyrir. Eða neitt þannig. En þetta það sem Drottinn vill sjá. Og ef hann fær bara að gera það sem hann vill við okkur og í okkur, þá kemur þessi niðurstaða hjá okkur. Sem sagt við erum orðið öflugt trúað fólk. Akkur gerir hann þetta? Til að byrja með vorum við í syndinni. Það með alla menn þannig. Þeir koma úr syndinni inn í ríki Guðs. Og syndin með sína lygi og illsku byggði mannin alls konar upp. Þannig að þegar þú frelsast, þá ertu með reynslu af öllum þessum þáttum sem heita vonbrigði, sem heita höfnun, sem heita þetta og sem heita hitt, og þú ert viðkvæmur fyrir þessu öllu. Og jafnvel ertu með ranga sýn á fólk út frá þessu öllu, og með þetta kemur inn í kirkjuna, og ef að Drottinn fær að takast á við þig, þá muntu sjá sem fyrst, ég bið það, að þannig sé þetta, og þú þurfir að bregðast við þessu sjálfur. Fólk bara eins og það er. Það getur vel verið að þú eigir von á því að sjá tóm ljós inn í kirkjunni. Og kannski koma allt og margir með þessa hugsun inn, en sjá svo allt annað. Er það ekki fóðrið fyrir þessi vonbrigði og fyrir þessa höfnun og allt saman það og móðganir og ég veit ekki hvað og hvað? Við fengum þetta allt þegar við vorum í syndinni. Já, við erum dánir syndinni, það rétt. En við erum áfram þessar manneskjur. Með allt í okkur sem við höfðum. Það var þetta að virka þetta í okkur að þetta býr í manninum. Þú voru að muna það. Þannig að þú kveikir þetta. Einhver gaf þér alveg skuggalegt augnaráð og það var nóg. Einhver sagði ekki hæfið þig þegar þú komst og það var nóg. Einhver gerði ekki þetta sem þú væntir og það var nóg. Þannig að dagurinn sá var ónýtur. Að við erum ekki að taka þessu rétt. Hvernig tökum við þessu rétt? Með því að ljá orði Guðs eyra. Það málið. Og hann fer að kenna okkur fullt af leksjum, við vitum margar þessar leksjur. Elski hverjir aðra. Hver hefur ekki heyrt þetta? Komið fram við náungan eins og þið vilja hann komið fram við yður, eitthvað í þeim dúr. Hver hefur ekki heyrt þetta? Komið fram við náungan eins og þú vilt að hann komið fram við mig. Já, við þig sjálfan og sjálfa. Gerum við það? Hvað þegar við strönsuðum fram hjá einhverjum og töluðum ekki við hann að því vorum í fíl út í hann? Og svo gerir þetta eitthvað við okkur og þá verðum við tvöfalt spæld. Það komið fram við okkur eins og við komum fram við aðra. Okkur finnst alltaf svakalega ósanngjarnt þegar einhver kemur illa fram við okkur. En hvernig þegar við komum illa fram við aðra? Þá líklega átt hann að skilið að hún. Og kannski var hugsunin svo þegar þú var að stala við þrefalt spældur, hann átt að hann skilið þessi. Svona erum við menn. Sjáu ekki það af þessu hvernig við þurfum hvort við þurfum ekki á Jesú að halda. Þetta sagan okkar. Og hann veit af þessu öllu líka þegar hann frelsaði þig. Þegar uppljómunin kom. Hei, það til Guð. Og við heldum jafnvel að nú væri allt breytt. Ég man alltaf eftir því að ég sagði það við sjálfum mér, ég hugsaði mig sjálf að nú allt breytt. Nú verður þetta allt miklu betur og flottara. En maður var nú reyndar stöðværi í fyrstu dyrum sem maður knúði á. Þannig ég sá að þetta var nú kannski ekki alveg svona einfalt, en það var allt breytt. Og það var alveg rétt að það allar dyr opnar.
Það að segja dyr sem að Drottinn hefur það opnað. Það eitt af því sem við lærum. Við leyfum sumum dyrum að lokast og segjum, ok, Drottinn hefur lokað þessum dyrum og ég ætla ekkert að reyna að fara inn í það aftur. Þetta það sem að trúin vill kenna okkur. Þetta það sem fræðslan snýst Við þekkjum það. Einar dyr lokast og aðrar dyr opnast. Af hverju? Af því að nú eru Guðs viðmiðin komin inn. Áður voru þetta bara mín eigin viðbrögð og viðmið. Ég hafði ekkert annað nema sjálfa mig þannig séð sem viðmið. En núna hef ég Drottinn og orð hans sem viðmið. Og það vill breyta öllu fyrir mitt líf. Þess vegna erum við með þetta allt saman í hendi. En við verðum að vinna rétt með þetta allt saman. Þannig að við sjáum að dyntin og dantin aðferð við Guðsverkið, það gengur ekki, það hentar ekki. Það skilar ekki þeim árangri sem orðið og trúin á að skila til okkar. Ef að Drottinn fær að gera þetta eins og hann vill sjálfur, þá fyrir við að elska hvert annað. Þekkir þú mann sem að elskar þig í kærleika Jesú Krist? Ég er nokkuð viss það að þú gerir það og mér sýnir sumir sem í kringum hann þeir elski bara alla menn og allt fólk. Af hverju? Þeir hafa leyft Guði að vera Guð í sínu lífi. Þeir hafa viljað að þetta kæmi út með þessum hætti, en ef þeir færi ekki þessa leið, þá var þeir bara eins og ég og þú. Erum í fílu hvort út í annað svona eftir, dúk og disk. Kannski eru þessir menn og þetta fólk í fílu út í eitthvað annað slagið, en svona kannski mjög sjaldan og sjaldnar orðið. Maður hefur nú séð það á löngri leið að maður hættir ekkert að vera þessi maður eða manneskja. Og maður og manneskja hefur bara alls konar í sig sem að en trúin í okkur til þess að hjálpa okkur við að beisla þetta. Og það lykillinn að miklum undrum. Og að beisla eitt og annað bara sitt verk. Þú sem þekkir hross, þú veist að það ákveðið verk sem að þú ert að vinna með því að beisla hrossið. Og hvað byrjar á ef þú ætlar að fá þér útreiðatúr? Byrjar ekki á að leysa ef hann að nú reyndar, hrossin nú yfirleitt laus í stíum, en það var ekki þannig áður, menn voru með hrossin á básum og múlbundna við jötuna. Ok, þeir leystu múlinn af og stungu beislinu upp í hrossið og nýttu á réttum stöðum og svo teymdu hrossið út og lögðu á hann hnakk og fóru svo á stað. Af hverju? Þú stjórnar hrossinu með beislinu sem þú heldur í á baki dýrsins. Sama gildir trúna, hún kom og hún vill stjórna þér af sjálfri sér með orði Guðs. Það í raun beislið sem að þú þarft á að halda. En þú ræður hvort þú ert að nota þetta beisli eða ekki. Ef þú notar það ekki, þá verður þú alltaf svona barn í trúnni. En það vill ekki vera. Og það þarf ekki að vera. Ef einn getur vaxið í trúnni, þá hefur þú allan möguleika til að ná sama vexti. En það gerist aldrei fyrirhafnalaust. Það held ég að hver maður geti vel séð sem að þekki til málsins. Að svona þetta. Að vinna að vera trúaður maður, minn elskaði vinur. Og Drottinn mætir þessu líka. Hann segir, það verk að trúa á mig, verk. Það ekki bara annað orð yfir vinna. Ég myndi segja það. Þannig þú kemst ekkit frá þessu dæmi með léttaleiknum. Þú verður bara ganga beint á augum þannig séð og takast á við það sem
mætir. Þannig þetta. Drottinn með okkur á þessari göngu, en hvað á þessari göngu, það vitum við ekki það má reikna með því að það sé oft til reynslu okkur. Þú ert með blessanirnar, já, á þessari leið, það rétt. En stundum ertu með hindranir, þrengingar og einhverja hnökra sem þú þarft að klofast yfir. Allt reynslu. Þannig við erum að mæta alls konar á þessum vegi. En við erum núna með Krist með okkur, þannig að hann stillir þessu þannig upp að við mætum þessu, já, sem blessun eða sem reynsla. Ég að reyna stráki núna. Svo labba hérna áfram og svo allt í einu kemur eitthvað svakalegt maður og við leist nú ekkert á þetta. Og hvað ætla ég að gera? Þetta alltaf sama spurningin. Hvað ætla ég nú að gera? Ok, ég ætla bara að halda áfram og svo verður. Ég geti líka, enn einu sinni Drottinn, ég nenni þess ekki lengur. Og það verður þannig. Þá ert þú komin einn í þann hóp sem flúði. Það ekki gaman að hafa á sér orð fyrir að hafa flúið. Það eru bara gungur sem flýja í raun og veru. Ekki vera gunga. Það eru hetjurnar sem berjast trúarinnar góðu baráttu, vertu þar. Ef einn getur það, þá getur þú það líka. Þess vegna þurfum við að byggjast upp. Já, ég var nú alltaf í trúnni í Galata, maður, alveg svona sem vakinu svo nýju. Já, það var fyrir 10 árum. Gott. En það var bara fyrir 10 árum. Hvað í dag? Já, ég hef nú lítið verið þetta í dag. Ég var einu sem alveg alltaf í trúboðum að ég veit ekki hvað. En það var einu sinni. Það lifir enginn og fornir fræði hvorki ég eða þú. Og við skulum heldur ekki reyna það. Forn fræði bara einhvað sem við eigum náttúrulega alveg eiga það sem við eigum. En hvað í dag? Feitur kall sem bara liggur í leti og í spekinu sjálfum sér. Einu sinni rosalega sprækur og flottur á agrinu. Drottinn horfir á daginn í dag. Hann segir, það verður ekkert breyst. Agrarnir sem eru hvítir til uppskeru. Fólki þarf að heyra. Já, það rétt. Fyrir 10 árum síðan þá heyrði það svo margt frá þínum vörum. Nú hefur það ekki heyrt neitt í 10 ár. Og hvað svo? Já, ég veit ekki hvað svo. Þú verður að taka ákvörðun það. En hafi Guð gefið þér eitthvað, þá ertu viss að það þarna ennþá. Ekki láta beiskjun og vonbrigðina bara setjast yfir þetta. Býtu við, þú ert að kenna drottnum það sem hann á enga þátt í. Einhverju menn, eitthvað fólk, sagði eitthvað og gerði eitthvað. Hvað með það? Var þú allt þetta sem þú varst búin að gera svo flott og fínt bara hjómið eitt? Er það virkilega það sem þú ert að segja við sjálfa þig núna? Drottinn segir, ég blæs á þessa hugsun. Hann segir, það hefur ekkert breyst. Hann segir, agrarnir eru sem fyrir hvítir til uppskeru. Bara byrjaðu. Hættu þessu voli og vili. Men ég get nú ekki farið inn í þetta kirkja, það ekki verandi þar. Það var ekki heldur verandi þá. En þú þraukaðir. Af hverju? Af því þú sást mig alltaf, segir Drottinn. En svo hættur að sjá mig. Þá kom þessi hugsun, það ekki verandi hér. Og þú hljóst. Og þú veist jafnvel að berjast við kirkjuna. Jafn fáránlegt og það nú allt saman er. Það ekki nokkulega að reikna út hvað fólki dettur í hug. Það er langt síðan maður sá þetta.
En ég vil berja trúarana góðu baráttu. Ég vil nota orð Guðs sem vopn. Og ef þú heldur að það sé eitthvað lélegt vopn, þá veistu nákvæmlega ekkert um orð Guðs. Þannig er nú staðan hjá allt og mörgum að það fólk sumt veit ekki nákvæmlega ekkert um orð Guðs og það kannski má segja það að það geti gefið okkur kynróða sem eigum þekkinguna. Það má alveg benda á okkur líka. Við erum kannski ekki nú dugleg við að segja fólkinu frá. Við vorum það æðisleg fyrir 10 árum og vá, hvað margir heyrðu þá. Svo bara datt allt niður. Fólki þarf að heyra um orð Guðs í dag. Og á 10 ára tímabili í þögn eru nú nokkuð margir dagar, skal ég segja. Nokkuð margir dagar. Það er alveg alltilega að benda á þessa staðreyndir vegna þess að við þurfum að eiga til þennan vekjandi boðskap. Þetta snýst ekkit leiðilegu kellinguna eða kallinn sem að sagði eitthvað við mig fyrir 10 árum og ég hljóp út og búin að vera fyrir utan síðan. Það snýst ekkit það. Þetta snýst Guð sem að breyti sér ekki hætis hót. Af hverju viljum við ekki taka þennan pól í hæðinni? Og hvað gerist með því? Þessi hugsun, þessi óbifandi hugsun, ég ætla samt að halda áfram. Þetta er þangi sem Guð vill gefa mér. Og hefur gefið mér og ég þakka fyrir það og hann hefur gefið það mörgum. Það eru margir sem eru ennþá við þetta sem að voru þegar ég var að byrja. Sumir eru farnir. Eru svona eftir dintin og danti við þetta. En sumir hafa aldrei vikið að veginum og alltaf verið í línunum að segja. Ég held reyndar að það sé ekki til neitt í Guði nema þessi eldlína. Annarkvort ertu þar eða þú ert einhvers staðar á bara til hlés. Annarkvort ertu virkur eða þú ert ekki virkur og ert þá manneskjan til hlés. Ég held að séu bara þetta tvennt. Þannig ef þú ætlar að vera í aksjóninni, þá vertu í henni. Já, segir Drottinn, það er verk að trúa á mig. Er þetta ekki góður boðskapur? Er þetta ekki bara mjög vel skiljanlegur boðskapur? Við skulum taka við þessum einfalda góða boðskap. Því við þurfum á honum að halda. Einfaldur góður boðskapur er gagnlegasti boðskapur sem þú færð. Hann er skiljanlegastur, hann er áþreifanlegastur og hann er ákveðnastur. Við þurfum þetta. Það er búið að flækja sumt, það er alveg rétt. En flækjurnar eru alveg hræðilegar að því leyti til að það er svo erfitt að átta sig á þeim hvað er hvað. Þetta er ekkert annað skemmdarverk og orðið Guð þar sem að þetta hefur fengið að blómstra og því miður hefur þetta allt og oft fengið að blómstra. En ég bið það að það blómstri ekki af mínum vörum. Ég vil bara tala tæpitungulaust. Ég vil gera þetta einfalt. Fyrir mér er trúin mjög einfalt. En auðvitað skil ég ekki allt sem að þar fer fram, en ég skil margt og fyrir mér er það mjög einfalt. Eins og reyndar allt sem við skiljum, það verður einfalt. Förum þessa leið með okkur sjálf. Og kollum eftir þessari kennslu sem er þessi einfalda, skýra, hreina og tæra kennsla. Ég held að hún byggi hraðast ræturnar og fái þær hraðast til þess að dýpka. Við þurfum dýpri rætur. Ekki orðagjálfur sem er eiginlega í grunni til þess að upphefja okkur sjálf. Ég held að það sé oft svona á bakvið þá sem eru mikið svona alveg með svakalega mörg orðum einfaldan hlut, sé bara til þess að hefja upp sjálfið. En Drottinn segir deyið sjálfinu. Og það er eitt af því sem að trúin vill að við gerum, að við deyjum þessu sjálfið því að það mun alltaf þvælast fyrir okkur. Það er svo mikið atriði fyrir okkur trúaða fólkið að vera með þetta á hreinu hvað Drottinn vill. Við erum alltaf að tala um það og það er vel hægt að gera það. En ég þarf að vera þá manneskjan
sé það að mínu leyti og þú gerir það að þínu leyti, þá held ég við séum bara komin í nokkuð góð mál, hvort sem ég er ég að þú ert þú. Við bara trúum á Jesú og Drottinn segir við okkur, höfum þetta einfalt, krakka mínir. Það er það sem hann vill, Jesú nafni. En segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.